Já, komið sæl og velkomin hér í Syni Egils. Það verður margt góður að gesta hjá okkur í dag. Hér í seinni hlutunum koma til okkar Sveinn Máni Jóhannesson sem sagnfræðingur og Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi og það ætla aðeins að reyna uppfræða okkur hvað að gerast í Bandaríkjunum, en það mikið sem að gerast þar. En við byrjum á vettvangi dagsins. Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismaður, Svandís Svavarsdóttir formaður Vinstri grænna og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar. Verið velkomin. Takk. Sko, þegar að ríkisstjórn birtir fjárlagafrumvarpið sitt, þá það pólitískasta plagg á hverju ári. Og hvaða pólitík, Guðlaugur Þór, lest út úr þessu? Pólitíkin svolítið vandræðagangur. Það hefur aldrei verið, ég hef aldrei séð kynning á fjárlagafrumvarpi eins og núna og hef nú aðeins komið að þessu en maður þarf að hafa þessi alla með að reyna að finna út úr því hvað þarna Stuttamáli að það hefur verið auka útgjöld mikið, það hefur verið að hækka skatta, mann ætla ekki að lækka skuldir, það svona stóra málið. En það svolítið sérstök stjórnmál núna, fjármálaráðherra kom bara og sagði við erum ekkert að hækka skatta og maður bara, blaðsíðu 121 þetta tilgreint, 28 milljarðar. Það líka algjörlega óútfærðir hlutir eins og bara til dæmis að hækka vörugjöld á bifreiðum 7,5 milljarð, 7,6 milljarðar sem ekki lítil fjárhæð, mun koma við öll heimili. Það hefur ekki verið sýnt á þau spil, menn ekki að taka svona forgangsröðun og taka á ríkisrekstrinum, það er ekki þarna, þetta svona meira umbúðir en hættan þessi að þetta byggir á bjartsýnum forsendum og vonandi verður það. En þeir taka við mjög góðu búi þvert á það sem menn halda fram. Og menn tala alltaf eins og hér bara verið halli bara út af ekki neinu. Hér var COVID, kostaði svona 300-500 milljarða. Þú varst með sömuleiðis, voru jarðhræringar í Grindavík, svo voru 80 milljarðar. Það að lækka mjög mikið framlögin til útlendingamála. En menn ekki nota fyrir. Náðu þið 5? Nei, já, ég meina það er margt gott í þessu eins og í öllu. 5 þá nærðu, það ekki? Jú. Það er 4 og 4,5. Nei, allt það frimmir bara bröður. Hvað segir gamli skólasöfn og sísi? Já, það var nú bara tónlistaskólinn, sko. Við getum tekið þetta undir öðru málu hérna í þessum þætti. Sko, ég sé náttúrulega, maður sér það mjög greinilega að það vantar algjörlega vinstra aðhald í þinginu og þarna er verið að ganga mjög langt í því að ganga á rétt og kjör almennings. Ég meina það er verið að ganga á atvinnuleysisbæturnar eða bóta tímann og spara þar með 6 milljarða. Þetta heitir allt hagræðing. Barnabætur, húsnæðisbætur halda ekki verðgildi sínu. Framlag til jöfnunar og örorkubyrði líka eitt þáttur þarna inni. Svo fannst mér nú bara stórmerkilegt, það var frétt bara held í fyrradag það að þetta hækka sjúklingagjöld 450 milljónir. En það var enginn sem spurði það hvaða pólitískar greiningar lægi þar að baki og hverjir eru það sem að þola helst það að þurfa að bæta við ofan á það að glíma við sjúkdóma, að bæta 450 milljónum úr eigin vasa. Þetta er verið að gera og þetta er ekki í anda jöfnuðar eða svona samfélagsjöfnuðar og er í raun og veru, sko, það hefur verið mikilvægt fyrir íslenskt velferðarkerfi og heilbrigðiskerfi að miða alltaf við það að reyna að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga. Ég meina, við erum búin að vera að gera það árum og áratugum saman að freista þess að vera með svona félagsleg sjónarmið til grundvallar þegar við erum að reka þessi kerfi. En núna virðist vera komið einhver svona sjálfstýring sem að nýtur þess að búa við algjört gagnrýnisleysi frá vinstri inn í þinginu. Vissulega eru sterkar raddir fyrir utan þingið og við þurfum sannarlega á þeim að halda, hvort sem að það er verkalýðshreyfingin eða aðrir. En þetta er sko langt frá því að vera í anda félagshyggju eða jafnaðarmennsku. Hér er enginn til að svara fyrir ríkisstjórnina, en Sólveig Anna, það er ýmislegt sem að ykkur varðar eða þitt fólk. Það er breytingar á lífeyriskerfi í erfiðustu lífeyrissjóðunum og svo eins og Svandís sagði, það er með atvinnuleysisbætur
Já, sko það sem að við í Eflingu höfum svona mestar áhyggjur af og gagnrýnum harðast, það auðvitað þetta sem að Svandís var að nefna varðandi húsaleigubætur og barnabætur, að þær skulu ekki verðbættar og þær skulu eigi að rýrna, og það auðvitað bara frálegt vegna þess að tilgangurinn með því að hafa það kerfi í lagi auðvitað velferðarkerfis tilgangur og það gengur ekki í landi þar sem að dregur úr fæðingartíðni, þar sem að húsnæðiskostnaður gríðarlega hár, þar sem að bara fyrir vissa hópa ungs fólks eru miklu efnahagslegir örðugleikar til staðar, að þetta sé áhersla stjórnvalda, það auðvitað bara frálegt og svo höfum við mjög miklar áhyggjur af þessu varðar jöfnunarframlagið og ef af þessu verður sem að ég bara ætla ekki að trúa fyrir ég sé það, þá það stórkostleg aðför að réttindum vinnandi fólks á Íslandi. Þetta snýst það að ríkið greiðir svokallað jöfnunarframlag til þess að örorkubyrðin sé jöfnuð á milli sjóðanna. Það auðvitað fyrir alla sem að vita eitthvað íslenskan vinnumarkað viss hópur fólks sem á í mestri hættu með það að verða fyrir örorku, það verka á láglaunafólk, fólk sem að vinna líkamlega og eða andlega erfið störf, þannig að það þá sjóðir verka á láglaunafólk sem að bera þyngstu örorkubyrðina eins og til dæmis Gildi sem sjóður Eflingar fólks, og ef að þetta verður gert þá þurfa þessir sjóðir að grípa til ráðstafana sem að meðal annars mun þá felast í því að þurfa að rýra lífeyrisréttindi fólksins sem búið að stríta hér oft á tíðum frá blautu barnsbeini við að knýja hér áfram hagvöxtinn og halda uppi umönnunarkerfunum. En aftur, ég ætla í alvöru að trúa því að þetta verði ekki gert vegna þess að þetta svo fráleit aðför og þetta mun valda svo ofsalega miklu uppnámi og svo mikil ólgu hjá vinnandi fólki. Það mun gera það verkum að Efling og SGS-félögin þurfa að fara í mjög harða andspyrnu gagnvart stjórnvöldum og þá auðvitað alþjóðasambandið með okkur. En svo auðvitað búum við á þannig tímum að það sannarlega getur allt gerst og það mjög erfitt að spá fyrir það hvernig þetta fer, en þetta svona stóru atriðin út frá okkar sjónarmið, en svo sama tíma það líka gerast að í fyrsta skipti til dæmis Efling í ágætis samtali við ráðherra. Það hefur aldrei gerst áður þegar að fyrrverandi ríkisstjórn var við völd, þar sem þetta ágæti fólk sem hér situr gegndi ráðherraembættum, þá heyrðist aldrei neitt frá stjórnvöldum, við vorum algjörlega ignoreruð og þú veist, okkur var aldrei boðið að koma og hitta einn og okkar reynsla var svo ef við vorum að hafa hátt og vorum að reyna að benda á afstöðu okkar í ýmsum málum, þá var hún iðulega hunsuð. Þannig að núna erum við til dæmis búin að eiga í góðu samtali við fjármálaráðherra varðandi útboðsmál þegar það kemur að ræstingum og við erum á þessum tímapunkti ágætlega vongóðum að við náum einhverjum árangri þar. Jóhann Páll Jóhannsson, ráðherra, hann hætti við að mæta á haustfagnað sveit vegna áskorunar frá Eflingu og þegar hann hringdi í mig og tilkynnti mér þetta þá gladdist ég mjög og sagði við hann að það væri bara algjörlega fáheyrt að fólk hlustaði á okkur, en þá var ég auðvitað að meina að það var algjörlega fáheyrt að háttsetti pólitíkusar hefðu samband við okkur. Þetta held ég bara í fyrsta skipti sem eitthvað svoleiðis gerist. Þannig að við erum líka ánægð með það að það vilji til þess að hlusta á okkur. Við erum auðvitað sannfærð það að sá vilji sé tilkomin vegna þess að við höfum sýnt á sannað að það ekki gott fyrir fólk að láta sem við séum ekki til. En það skiptir ekki máli hver ástæðan við fögnum samtalinu og viljum nota það tækifæri og trúum því þangað til annað kemur í ljós að einhver árangur hljóti að nást. Þannig að við gagnrýnum harkalega en við erum líka ánægð með þessa hluti. Ásmór áður að þú kemst að hérna ráðherrarnir fyrirverandi Ég setti mig bara vel við það. Það er ansvar núna. Ég er nú aðalega kannski bara að velta því upp mikilvægi þess að stjórnvöld á hverjum tíma séu í samstarfi og samráði við verkalýðshreyfinguna og atvinnurekendur auðvitað líka og vil þá kannski sérstaklega nefna þessa stöðu sem komin upp núna varðandi áminningarskylduna þar sem að það hefur í raun og veru verið boðað að taka hana af með lögum og fjármálaráðherra
talar eins og það sé í raun og veru óháð afstöðu stéttarfélaga og opinberra starfsmanna vegna þess að þetta sé pólitísk niðurstaða að gera þetta. Ég verð að segja það að ég hefði aldrei trúað því að óreyndu, og ég bara tek undir það sem Sólveig Anna er að segja, ég er að auðvitað bara vona maður að kom ekki til þess að fólk bara áttir sig á því að það eru ákveðna leikreglur sem að verður að virða eins og það er að þú gengur ekki fram með lagabreitingar af þessu tagi og veður yfir verkalýðshreyfinguna eins og hér er verið að boða og vonandi felur þetta í sér einhverja endurhugsun, en mér finnst þetta að vera svolítið tengt því að því ég ætla ekki að fara í einhver andsvör hér samstarf eða samskipti við verkalýðshreyfinguna á öðrum kjörtímabilum, en ég ætla að segja það samt að það sem við erum að sjá núna með nýja ríkisstjórn til dæmis atvinnustefna er eitthvað sem að þau segja nú ætlum við að koma fram með atvinnustefnu fyrir Ísland og hvernig á að gera það? Jú, þá eiga svona einhverjir fjárfestingabanka vinir forsætisráðherra að sitja saman og ræða það hvað sé best í atvinnumálum fyrir Ísland. Á að tala við einhvern í verkalýðshreyfingunni? Nei. Á að tala við einhvern í sveitarfélögunum? Nei. Á að tala við þingið? Nei, bara alls ekki. Vegna þess að það á ekki að vera standið í því vesenni að heyra í einhverjum stjórnarandstöðunni vegna þess að þingið fyrir okkur og þetta eru óþægilegir tónar sem minna á ýmislegt annað sem er að gerast í stjórnmálum út heim. Það sem að framkvæmdavaldið lætur eins og löggjafinn sé í raun og veru truflun en ekki það sem að framkvæmdavaldið sækir umboð sér til á öllum tímum. Þannig að, en ég vil segja sko út frá þessu sem að hér er sagt að umhverfisráðherrann hætti við að fara á einhverja samkomu og ég segi bara, það er bara ánægilegt og gott og guðlátti gott á vita, hefði amma mín sagt. En við skulum spyrja leikslokum að því þegar við erum að tala raunverulega stór hagsmunamál eins og þau sem að hér eru á borðinu og ríkisstjórnin hefur boðað. Já, ég vil nú ekki kannast við það þegar að mennir hafa áhyggjur af örorkubyrðinni á lífeyrissjóðunum að það sé eitthvað aðhald frá vinstri og ég er nú búin að taka þetta nokkur sem núna upp í þinginu og bæði og í nefndum og þar leiðinni fyrirspurn frá mér út af þessu því að ég er búin að spyrja þráfallega og þá að gera þetta svona. Ég spurðist þegar fjármálaáætlun var af því að og núna er ég með ítarlega fyrirspurn af því að mér sýnist líka að framkvæmdin hafi ekki verið í anda þess sem að ætti að vera því að það voru að fá lífeyrissjóð voru að fá úr þessu sem að er ekki með örorkubyrði. En að öllu óbreyttu að það þýðir það. Það er stór mál samt. Þetta er risamál. Það sem þetta að öllu óbreyttu, það sem er samþykkt í fjármálaáætlun, það sem kemur fram í fjárlögunum, það þýðir það að oft verið kallaði verkamannasjóðir að fólk sem er búin að vera launafólk búið að vinna alla tíð og er ekki með háan lífeyri, það er fólk sem er lægstu lífeyri, þau fá 15% niðurfellingu vegna þess að örorkubyrðin eins og hér er nefnt í gildi til dæmis er langhæðst og svör fyrir ráðherra ríkisstjórnin er það að þá bara jafnönd innbyrðist, það er bara svolítið að þvælast fyrir okkur sem heitir stjórnarskrá og eignarrétturinn, þannig að þú getur ekki tekið réttindi af öðrum en þetta er ég búin að vekja athygli á núna bara frá því að ríkisstjórnin kom með fjármálaáætlunina og mun halda því áfram og að því hér var talað komugjöldin að þá var ég eins og heilbrigðisráðherra tók nú að komugjöldin hjá börnum og ástæðan fyrir ég gerði það var ekki vegna þess að það náttúrulega sem betur flesti foreldrar hafa efna á því að borga fyrir börnin sín en það hins vegar bara voru spurningar því að það fólk sem er kannski á slæmri stöðu að það var að veigra sig við að fara með börnin sín að því að til að borga þessar lágu fjárhæðir sem þarna eru en sko og mikið nú leitt ef að engin stjórnmálamaður hefur talað við formann Eflingar. Þú talaði með daginn en þú ert ekki lengur í ríkisstjórn. Ég held ég hef nú talað við alla sem ég mögulega gat sem að tengdist til málaflokkum sem voru og ég held að það væri ósanngjarnt en auðvitað er þetta ekkert sanngjarnt en það er nú ósanngjarnt, það voru nú aðrir hópar sem að kannski vildu meira tala við mann þá en samtalið það
gerist ekkit annað en að menn ná bara ekki niðurstöðu. En það sem hann er búin að læra, búin að vera í þessu, það er alltaf miklu betra að taka samtali. Stundum kemur bara ljós þegar fólk fer að tala saman að það er ekki ósammála. En það er líka markmið að vita það hvað fólk er ósammála þannig að menn sé ekki að deila eitthvað sem að litlu máli skipti. Ég held hins vegar svo að ég eyðileggi nú alveg samstöðuna á samstöðunni að þá finnst mér lögum opinbera starfsmenn ekki nýtast neinum og allra síst opinberum starfsmönnum og þetta er öðru sér heldur niður í öðrum löndum og ef ég væri í forystu fyrir almennu verkalýðsfélög þá myndi mér finnast þetta ósanngjarnt að þessi staða væri uppi sem er núna en kannski finnst svolítið önnur ósanngjarnt. Finnst þetta ósanngjarnt? Það sem er sjúklega ósanngjarnt á íslensku vinnumarkaði er munurinn á milli réttinda fólksins á opinbera markaðnum og svo þess réttindaleysis þegar það kemur að uppsögnum og uppsögnarvernd sem er á almenna markaðnum. En vilt þú hækka réttindin á almenna markaði eða lækka þau á opinbera markaði? Ég er alveg til í umræðu breytingar. Ég hef alls konar skoðanir á því sem er í gangi á opinbera markaðnum. Ég er auðvitað hér þá að tala sem formaður Eflingar. Ég er ekki að tala sem einhver útsendari verkalýðshreyfingarinnar og ég er auðvitað ekki með félag sem er mest á opinbera markaðnum. 80% Eflingarfélaga starfa á almenna markaðnum, 20% á opinbera markaðnum. Þau vandamál sem að Eflingarfólki, verkalýðsfólkið, hvort sem er á almenna markaðnum og opinbera markaðnum stendur frammi fyrir, er ekki í tengslum við þessi mál sem að hér hafa komið upp. Þau tengjast ekki því að það eigi að minnka réttinn til atvinnuleysisbóta úr 30 mánuðum niður í eitthvað minna og það eru ekki þau vandamál sem að hæstir á lofti á opinbera markaðnum þegar kemur að Eflingarfólkinu það sem að hér er til umfjöllunar. Það er varðar hvort að sé hægt að segja fólki upp með lítið einfaldri hætti eða ekki. Vandamáli sem að snúa að Eflingarfólkinu á opinbera markaðnum eru ofurálag, undirmönnun, niðurskurðarstefna og svo framvegis. Þannig að þar þarf að taka til og vissulega væri svo hægt að fara þá í samtali þessi mál en það er held ég mjög afturlega á listanum og þegar við komum fólk á almenna markaðnum þá er vandinn sá að það er hægt að reka þau fyrir að horfa vitlaust á auðmanninn. Í síðustu kjarasamningum á almenna markaðnum þá reyndum við og höfum mjög mikið fyrir því að eiga samtal við samtök atvinnulífsins að auka þessi réttindi. Við sáðum aldrei og það var alltaf sagt skýrt af okkar hálfu yfir kjarasamningsborðið. Okkur dettur ekki til hugar að halda það við séum að fara að ræða sambærilega réttindi og þau sem eru á opinbera markaðnum. Við vildum bara auka þau með skynsamlegum hætti að það var því miður ekki hægt. Þannig að það er mikið ósamræmi þarna á milli og ef ég tala hér bara hreinskilnislega það hvað ég held að hafi gerst þá er staðan svo að þegar það er verið að semja ýmsu réttinda á opinbera markaðnum þá oft er það þannig að fólk er svolítið að semja við sig sjálft. Það er til dæmis eitthvað sem að þegar við fyrir í samningaviðræður hjá Eflingu segjum við okkur sjálf og okkar fólk, við erum ekki að fara að semja við okkur sjálf. Þetta verður erfitt. Það er enginn að fara að gefa okkur nokkuð skapaðan hlutum mun þurfa að hafa fyrir öllu. Vitið það. En þegar að BHM fólki sestu samningaborðið og fyrir að semja við fulltrúa opinbera launagreiðinga þá eru þau svolítið að semja við sig sjálf. Þau eru að semja við fólk sem er með sama menntunarstig og þau eru að semja við fólk sem er með sömu stéttastöðu, þau eru ofta að semja við fólk sem er mögulega bara býr í sama hverfi og hefur nákvæmlega sama tengslanet og ég held að það verði oft miklu auðveldra að ná fram ríkulegum réttindum eins og styttingu vinnuvíkunar, eins og mjög ríkulegum veikindarétt, eins og mjög ríkulegum uppsagnarvernd, orlofsrétt og svo framvegis. Og það hefur, að mínu viti, búið meðal annars til þetta mikla ósamræmi og misræmi sem er þarna á milli. En þetta er stór og flókin og erfið umræða og ég er auðvitað að tala hérna eins varlega og ég get ég vil svo sannarlega ekki fara að styggja of mikið hérna á þessa en bara kannski punkturinn af þetta. Þú styggir engan hér. Þegar ég tala við Eflingarfólk og þegar ég heyri þeirra áhyggjur á opinbera markaðnum þá er það að konurnar eru látnar hlaupa svo hratt að þær eru alltaf nokkrum skrefum frá því að fara í örorku og það þýðir ekki að tala við yfirmennina þetta. Er ekki hlustað og það er sama hvort við erum að tala hjúkrunarheimilin eða Reykjavíkurborg, það hlusta ekki á okkur, það hlusta ekki á konurnar, það hlusta ekki á það ástandið sé ólíðandi. Þannig að það hvort að það þurfi 3 eða 2 eða 1 áminningarsamtöl áður úr streikin er ekki stóra málið og ég vona að það verði ekki of mikið uppnám yfir þessum orðum mínum.
Varðandi pólitíkina í fjárlagafrumvarpinu, þá finnst mér þetta vera mikil frétt, þetta fjárlagafrumvarp, vegna þess að það eiginlega engin breyting í efnahagsstjórn og þótt að Guðlaugur Þór tellið upp 23 milljarða í nýja skatta, 28, þar er veiðigjöldin sem þá skattar á hinna betursettu, getur orðað þannig. Hitt eitthvað tilfærsla eða þess að innheimta varðandi skatt af ökutækjum og öðru slíku. Það einhver svona ferðamannaskattur sem búin að vera lengi á leiðinni og eitthvað svona smottir í. Það sem eru stóru hlutinni, það sem verið að sækja peninga í, eru, eins og við hefum komið fram hér, að sækja í lífeyrisréttindi erfiðisunni fólks. Það hefur verið að skerða rétt fólks til langtímaatvinnuleysis og núna síðast var að koma þá auka hlutdeild sjúklinga það hefur verið að sækja skatti þegar þú orðið veikur, sem einstaklega heimskulegt, held ég. Það miklu sem að taka skatti þegar þú ert bara í hörku formi og með mikla tekjur og annað slíkt. Þannig var gamla systemið. Og maður voru varfið að það svona andstaða við margt í þessu frumvarpi, meðal annars frá verkalýðshreyfingunni, mjög röggsöm svör sem að koma þaðan. Og Samfylkingin var með eitthvað fund núna helgina og þá boðaði Kristrún forsætisráðherra nýjan efnahagspakka og húsnæðispakka sem að hún reyndar nefndi ekki hver væri. Nei. Og maður hefði haldið að þetta væri svar við þessu spurningum, en það ekki, því að það sem að hún tekur til tiltekt sem vinnur gegn þessu, það þessi hallarekstri ríkisins, sem bara sama sem við ætla að taka til með tillögunum þessum róskuðu eftir frá almenningi. Það markvissari húsnæðisstuðningur sem það allavega ekki verið að lofa einhverjum fjármunum í þetta. Það bara markvissari, það bara passa það að þessi að fá húsnæðisstuðningi sem að þeim finnst að þurfa á því að halda. Meiri húsnæðisuppbygging með aukinni skilvirkni og fyrirsjáanleika. Það bara, þetta hljómar eins og Sigurður Ingi þegar hann var alltaf að fá húsnæðis- og mannvirkjastofnun til að telja húsnæði til þess að verktakarnir myndu framleiða rétta tegunda húsnæði. Einföldun regluverks sem svona búin að vera á leiðinni síðan að ég man eftir mér eiginlega, í þessum húsnæðismálum alltaf frá hruni verið að tala það. Og svo það og margháttar aðgerðir sem við í Samfylkingunni höfum talað fyrir til þess að hvata til þess að draga úr fjárfestingavæðingu íbúða, meðal annars með því að loka glufum og draga úr undan þó við skattkerfinu. Það leigutekjur borga bara halvan fjárfestingaskatt. Líklega þetta hugmyndin það að fyrirtæki sem eiga margar íbúður og leigja frá að þau njóti ekki sömu réttinda eða einstaklingar sem eiga margar íbúður eða eitthvað slíkt. En þetta held ég held að þessi skattfríðindi séu ekki það veigamikil að þau allt í einu ákveði bara 1000 íbúðir komin á markaðina því að það borgar sig ekki að leigja lengur, það bara hækka leigan. Þannig að mér finnst þessi ríkisstjórn vera bara meira og minna með stefnun ykkar. og það svolítið, það frétt fyrst mér, að ég menna því að það bara koma alveg nýjir flokkar að, það var mikil væntingar á almenningi til þess að ríkisstjórnar að nú þið bara breyting. Mér finnst þú verið að segja við okkur, nei, það verður engin breyting. Þú ert brá við þetta? Já, þú ættir að fagna þessu fjárlagafrumvarpi. Nei, það er bara ekki, þetta er ekki rétt túlkun hjá þér. Fyrsta lagi þetta eru skattahækkanir á almenning. Ef þú hækkar skattar og ökutæki. Ég var að segja það, ég tók bara veiðigjöldin frá. Hitt væri allt saman skattur á almenning. Já, og veiðigjöldin hins vegar mun náttúrulega gera það verkum að þeir minni og meðalstóru, þeir munu fara langvest út úr því og það mun alveg hafa afleiðingar og byrja að hafa afleiðingar í för með sér. En svo geta menn verið þeirra skoðunar, þetta er allt bara að vera stórútgerðin en ekki vera neinn litlir aðilar. En það er svona stefna ríkisstjórnarinnar. Það líka kemur niður á almenningi þegar þú tekur út séreignarleiðina sem nú hjálpa fólki við að eignast og það er ekkert allt eitthvað stórefna fólk. Guðlaugur, ég verð að segja að þessum skattum sem þú taldi, 28, þá væru kannski bara 8 sem væri hægt að flokka sem skattur á hinna betursettu. Hitt eru skattar sem fara á almenningi eins og ökutæki og annað slíkt. Ég var ekki að... Þannig eru við sammála þannig. Já, ég vantar í þetta skattlagningu. Það vantar í þessu skattlagningu á hinna betursettu. Þetta var lengi minnum haft. Ég veit ekki hvernig við nálgast þetta. Það sem verður auðvitað alveg sama, hvar þú ert í stjórnmálum, skiptir engu máli. Þetta er bara alltaf eins út að reka heimili. Þetta verður að vera sjálfbært, enda verður að ná saman. Og það við erum ekki að nota núna það skjól sem við erum í til þess að búa okkur undir eitthvað sem gæti verið miklu verra.
Vonandi verður bara allt hér í rjómalogni alla framtíð. En ég treysti mér ekki til að lofa því og ég veit ekki til þess að treysti sér að lofa því. Ég að benda á að það sem þeir alltaf gera til að endur saman eða þau, það að sækja peningin til lífeyrisþega, erfiðisvinnu fólks, til atvinnuleysinga, til sjúklinga. Ég er algjörlega hissa yfir þessu ákvörðunum þessar ríkisstjórnar. Jú, ég svo sem alveg sammálaður í því, en svo líka eru þau ekki ná endur saman. Það afkoman á ríkissjóði miklu betri heldur en lagt var upp með. Eins og í rauninni var alltaf, en mér finnst betra að vera varkár og þó sem maður vil hafa alltaf nákvæmustu tölur og það má ýmislegt laga þegar að því kemur, að það var miklu betra að vera svartsýnn heldur en bjartsýnn í þessu. Og þetta fjárlagafrumvarp sem að menn töldu að væri með 62 milljarða halla á þessu ári, nú eins og staðan núna það 90 milljarðar. Maður myndi ætla það að þetta vera auðvelt að ná þessu til að gefa þau skilaboð að við varum ná endum saman í ríkisfjármálunum sem að gefur þau skilaboð að við erum að minnka líkurnar á því að hér veri verðbólga og þarlendi geti vextir lækkar sem að mér heyrist nú allir séu sammálum að nýtist öllum en þó sérstaklega þeim sem að minnst hafa og maður finnur það þegar maður tala við fólk að það sem náttúrulega brennur mjög mikið á fólki að það er hái vextir á Íslandi. Þannig að það er áhugavert að heyra þessi sjónarmið hérna. Mér finnst þetta að vera, það bara koma í ljós að það var ekkert plan. Það var sérstök áhersla lögð á húsnæðismálin og þeir flokkar sem núna í ríkisstjórn bera ábyrgð á því að lang stærsta sveitarfélagið og það hefur áhrif á landsmálin. Það er ekkert að fara yfir í borgarmál, það hefur áhrif á landsmálin. Hefur ákveðið það að byggja í stýrt húsnæði eins og mögulegt er. Og hvaða áhrif hefur það? Það hefur það að fólk sem að fara inn á markaðinn að það getur ekki keypt sér út í húsnæði sem að allavega mörg okkar sem sitjum við þetta borð höfðu nú möguleika á að gera á sínum tíma og það hefur líka áhrif á það að það eykur verðbólguþrýsting og það er bara þáttur sem menn þurfa að tala um. Þannig ef að menn ætlu virkilega að gera átak í húsnæðismálum þá verður að gefa möguleika til þess að ryðja land og byggja hér á höfuðborgarsvæðinu ódýrar íbúðir fyrir ungt fólk sem koma sér inn á markaðinn og það fólk sem að vill vera í ódýrum íbúðum. Kannski aðeins þetta sem þú ert að vísa í þennan fund eða þessa tilkynningu forsætisráðherra á fundi Samfylkingarinnar einhvern pakka í húsnæðis- og efnahagsmálum. Ég las þetta þrisvar þessa frétt og ég var engu nær því að þetta voru bara svona einhverjir frasar, kannski er þetta frábært og kannski er þetta hræðilegt, ég bara veit ekki hvort. Nei, hún er ekki opinber. Nei, og það sem hún vísar í hljómar ekki stórt. Það kemur ekki fram, en samt voru bara fréttatímarnir fullir af þessum miklu tíðindum sem að voru þó einhvern veginn ekki mikil. Nei. En ég þetta vona það að það verði settir fjármunir milli umræðna vegna þess að það var eitt af því sem hún orðaði, að hún sagði að það munu koma breytingar fram á milli fjárlagaumræðna. En þá erum við með þá stöðu inn í þinginu að stöðuleikareglan sem nýbúið er að samþykkja gerir það að verkum að þingið hefur lítið sem ekkert svigrúm til þess að bæta fjármunum inn í fjárlagafrumvarp milli umræðna. Þannig að þingið þarf að gera annað að tvennu, annarkvort að skera niður meira, finna peninga einhvers staðar annars staðar eða leggja á nýjar álögur. Þetta eru þessi tveir möguleikar og þá veltir maður fyrir sér hvort það sé ekki orðið tímabært að sækja fjármuni til bankana þar sem að vaxtatekjur hafa verið að aukast mjög mikið og var aldrei ætlunin önnur heldur en svo að bankarnir tækju sinn skerf af þessari stöðu. Og þess vegna er það mínum að þetta er eðlilegt að hækka bankaskattin aftur og koma með raunverulega fjármuni inn í húsnæðismál þar sem að hið opinbera er orðin gerandi á húsnæðismarkaði. Og ég held að það skipti máli bæði á vettvangi ríkis og sveitarfélaga að hið opinbera stíi inn með miklu skýrari hætti. Þetta er nú eitt af þeim stóru vandamálum sem að hinn stórkostlegi markaður hefur ekki leyst og lítur ekki út fyrir að hann geri. En stöðuleikareglan er enn og aftur ákvörðun
sem til þess að draga úr valdi þingsins. Það þetta enn og aftur þannig að þá búið að binda hendur þingsins, það búið að segja framkvæmdavaldið ætlar að hafa þetta svona, við ætlum að rusla þessu svona í gegn og þið skulle bara vera til friðs. Þannig að ég hef áhyggjur af því, en ég menna hvað í þessum pakka, ég veit það ekki. En það var allavega frétt það í gær. Þegar hún talar að það verið með markvissari húsnæðisstöðning, þá hlýtur hún að vera að tala það þegar að hætta með séreigna sparnaðinn og mótframlagið þar, vegna þess að það auðvitað aðgerð sem að nýtist tekið hér í hópum og hefur auðvitað hjálpað til við það að búa til það mikla misræmi sem til staðar í því hverjir geta keypt sér húsnæði og hverjir ekki. Það hlýtur að vera og það hefur verið málflutningur til dæmis hans Þórðar Snæs. Hann hefur verið mjög gagnrýninn á þetta og greint þetta mjög vel og hann hlýtur að vera þarna í einhverjum innsta ráðgjafarhring, þannig að mér finnst mjög líklegt að þetta muni gerast. Það eru mikla deilur þetta til dæmis innan Alþýðusambandsins, þar sem að það eru auðvitað hópar sem að hafa geta notfært sér þetta og eru mjög hrifnir af þessu og svo eru aðrir hópar eins og til dæmis Efling, þar sem að það eru auðvitað fámennur hópur sem að hefur getað notfært sér þetta og þau húsnæðisvandamál sem að snúa Eflingarfólki eru annars eðlis heldur en að þetta sé eitthvað issue. Þau auðvitað snúast það að það ekki til húsnæði fyrir fólk til þess að komast inn í. Það getur ekki keypt sér íbúðir vegna þess að það íbúðir sem eru á markaði eru óhentugar og allt og dýrar. Vextir eru með þeim hætti að fólk mun ekki ráða við afborganir, fólk kemst ekki gegnum greiðslumatið vegna regluna sem hafa verið settar og eru mjög harðneskjulegar og raunverulega komið í veg fyrir það fólk sem að ekki mjög vel sett komist í gegnum greiðslumatið og svo það svo að það allt og lítið af óhagnaðardrifnu húsnæði. Ég sammála Guðlaugi Þór með það að það verður að ryðja meira land. Við erum 100% sammála það. Ég vona að Sjálfstæðisflokkurinn bæði á þingi og í borginni og annars staðar, til dæmis eins og í Kópavogi, fallist á og skilji að það samfélaginu til góða að það séu ríkuleg framlög og að sveitarfélögin geri sitt ásamt ríkinu í að tryggja að það séu lóðir og það sé hægt að byggja upp þetta óhagnaðardrifna ódýra leiguhúsnæði vegna þess að fyrir fólk jafnvel þó að við séum kannski ósammála mjög margt þá hljótum við það lítur bara að vera svona pólitískt skynsamlegt að vilja ná smá ró á þennan markað og þetta mun hjálpa til við það. Þetta mun hjálpa til við það að líka ná ró á eða réttara sagt gera kjaraviðræður mögulega rólegri vegna þess að þetta stærsti vandinn sem að verkalýðsfólk stendur frammi fyrir og eru þetta ein af þeim ástæðum sem að kannski svona mikilvægastar eru í því þessari svona press og það að hækka launin mikið. Þannig að ég vona að þú og hún Ásdís í Kópavogi og þitt fólk í borginni sem að kannski ekkert sérstaklega ólíklegt að verði komið til valda eftir næstu kosningar vegna þess að það eru þetta gríðarlega mikil óánægja með meirihlutann í borginni og uppsöfnuð óánægja með þau sem hafa verið við völd í borginni svona lengi að þið skiljið þetta og breytið afstöðu ykkar í þessum málum vegna þess að við þurfum að finna einhvern stað við sem að teljum okkur þess komin að hafa áhrif á samfélagið sem við búum í þar sem við getum verið sammála mikilvæga grundvallar hluti og húsnæðismálin verða að vera eitt af þeim. Það augljóst að þessi svona séreigna stefna sem að hér var rekin sem að ég alls ekki á móti. Ég held að það sé það mikilvægasta sem getur gerst í lífi vinnandi fólks á Íslandi að komast í sitt eigið húsnæði. Þar með ertu komin mjög langt áleiðis í að tryggja hagsmuni þína og barnanna þína og það gengur auðvitað ekki að við búum í samfélagi þar sem að það einhvern veginn búið að loka verkalýðsfólk bara burt frá þessu. Þannig ég vil alveg líka að fólk komast í sitt eigið húsnæði en við búum við svo alvarlegan vanda núna að verður að finna leiðir til þess að leysa hann. Það eru 4.000 einstaklingar á biðlistanum hjá Bjargi. Allt og lítið það í uppbyggingu, almenn ánægja hjá fólki sem hefur komist þar inn þannig að ég vona að það getur orðið svona konsensus þetta og svo getum við haldið áfram að rífast allt mögulegt annað. En talandi borgarstjórnarkosningar, ætlar þú að bjóða þig fram í borginni? Ég ekki með neina fyrirætlanir það, hins vegar ég bara... Þú lítur að velti fyrir, það er mikið talað þetta. Já, ég veit það, en sko mitt markmið náttúrulega einfaldlega að
að bara leggja hönd á plóg til þess að hér komi ný stefna og í borgarstjórnum. Ég er bara reiður Reykvíkingur. Þú ert ekki útilokað þess að það var stórskref að maður myndi breyta vettvang en þarna ég er hins vegar, og það er kannski tekið eftir því, ég er að beita mér og við beitum okkur líka fyrir okkar kjördæmi þingmenn Sjálfstæðisflokksins fyrir síðustu alþingiskosningar vegna þess að eins og þessi Sólveig Anna er að segja hér, þú veist, þetta er bara það er mjög mikið samhljómur í því hjá okkur og ég þekki það eftir að búin til í einhvern tíma hvað skiptir miklu máli fyrir fólk að eiga sitt húsnæði. Það er öryggið og það sem ég finnst samt svolítið þegar mann er alltaf að flokka fólk upp það er bara mjög mikið af fólki sem ég þekki sem hefur bara verið í hinum ýmsu tekjustigum í gegnum tíðina. Það var kannski gekk bara mjög vel hjá því síðan bara breyttist eitthvað þeirra lífi og þá fór það í lægri tekjustiga og menn það er allur gangur á því og það er miklu betra ef að viðkomandi einstaklingur sama hvað aldran eigi eitthvað í sínu húsnæði og það að hitta til dæmis fólk sem er komin í vanda sem að getur gerst eða veit enginn og er að komin á lífeyrisaldur munurinn á því á stöðun á fólkinu sem er í skuldlausu húsnæði og þeim sem er í leiguhúsnæði Þetta er allt satt og rétt, en að heimurinn hefur breyst alveg ofsalega mikið og meðal annars hefur hann breyst með þeim hætti að hér á Íslandi er núna risastór hópur af aðfluttu verkafólki. Við í Eflingu erum núna komin 60% pluss af okkar félagsfólki sem eru innflytjendur. Þetta fólk, þá enn erfiðara heldur en aðrir með að komast inn á húsnæðismarkað vegna þess að það á mögulega ekki baklandið sem getur hjálpa vegna þess að við vitum það öll að það getur verið mjög mikilvægt að foreldrar geti lesint fólki til þess að kaupa sína fyrstu eign. Það hefur ekki aðgang á þessu og það vinnur en það á samt ekki séns á að geta keypt sér bara venjulega hversdagslega íbúð og fyrir þetta fólk til þess að það geti séð fyrir sér og sínum til þess að það geti notið einhvers af þeim launum sem það vinnur sér inn og það fari ekki bara allt í vasan á leigusölum til þess að það vilji líka inngildast í samfélagið okkar til þess að upplifi ekki að það sé fyrst arðrænt í vinnunni og svo arðrænt á húsnæðismarkaði þá þurfum við að taka til í þessum málum og ef þú skoðar eins og hjá Bjargi það er líka mjög mikið af einstæðum mæðrum og meira mann allt fólk sem ég hef talað við sem hefur komist í skjól hjá Bjargi og allar þær frásagnir sem ég hef eru eins. Fólk er ótrúlega fegið, ótrúlega þakklátt og getur allt í einu farið að leyfa sér mögulega hluti. Já, en má ég aðeins komast að því að við erum ekkert ósámála það. Það sem eins og vantar og það mun enginn tapa á því ef að það kemur hér framboð á ódýru húsnæði. Það mun enginn tapa á því. Það mun bara allir hagnast á því og þá er ég að tala bara almenningu og þeir sem eru að kaupa sér húsnæði. Og það er með ólíkindum og bara að það hefur verið eitthvað skilgreint markmið að taka dýrustu staðina og byggja dýrustu húsnæði. Það er nú bara þannig að því að með 4 börn 2 eldri eru í nágrannasveitarfélögum og ég setti sjálfur við fasteignaauglýsingarnar því ég vildi halda þeim í Reykjavík og það er ekkert framboð og þarna eru bara sameiginlegir hagsmunir en hins vegar finnst mér að því að þetta er alltaf ég er ekki sáttur við það þegar menn er alltaf að ganga fram á millistéttin einhvern veginn það sé bara betur meginn það er bara ekkert að gera fyrir þau það er bara gott séreignarstefnan hefur gert það að verkum að ungt fólk hefur eignast eitthvað í sínu húsnæði og það er bara gott Sumt af ungu fólki, sérstaklega þeir sem eiga efnað foreldra aðrir hafa ekki eignast neitt í sínu húsnæði þetta er borga húsnæði fyrir aðra Þetta er bara ekki rétt, það er allur gangur á því en það hefur enginn tapa á því á Íslandi að það sé fólk sem á í sínu húsnæði. Þýðir það að þá ekki að líta á þá hópa sem Það er bara þröskuldur að því að komast inn í þann hóp sem er greiðslumat og fleira. Já, greiðslumat er alltaf alveg bara ég veit ekki hvað á að segja það en það er með alveg ólíkindum að þú situr upp með það og þú getur borgað gríðarlega háa leigu og ert bara sem borgað hverju mánuði og þú getur ekki þarna fengið samþykkt að geta keypt þér húsnæði og það er bara enginn sem skilur Þetta kerfið var sett upp á þinni vakt Nei, þetta er eftir hrun. Þetta er eftir hrun og hann var í ríkisstjórn þá. Nú er það. Já, þú varst í ríkisstjórn frá 2013 eða ekki?
Já, ég reyndi að vara þannig að við og þangað til núna bara í fyrra, það ekki ár síðan. Já, ég var nú í viðskilnandi þegar þetta var gert og það var mjög erfitt að því að menn voru að koma í vekk fyrir eitthvað sem bara var ekki raunverulegu vandi og ég vil nú vona það þó að ekki verið mínu borði að menn hafa nú gert það því það voru gerðar lagfæringar þessu að því að menn vildu gera það en það augljóslega ekki verið gengið nógu langt. Ef vildu gera mig ábyrga fyrir því þá finnst mér ekki mjög sanngjarnt. Þið eru að tala hérna úthlutun á lóðum í Reykjavík. Það sem var gert á þessu tímabili var að það var þrengt möguleika fólks á því að geta keypt húsnæði og þið hafi lýst hérna ágætlega að þeir sem eiga húsnæði eru mun betur settir heldur þeir sem eiga það ekki og þar alveg var sett mörk á því að komast inn í skarra umhverfi og það var ítt undir stéttaskiptingu sem í samfélaginu þannig húsnæðismarkaður var notaður til þess að auka hana enn frekar á þessu tímabili að þá kannski nýjar íbúðir sem koma út á sölu að þá kannski innan við 30% sem að fara til þeirra sem að kaupa sitt eigið húsnæði 70% af nýjum íbúðir sem fara til sölu fara til stórra fjárfesta og þeirra sem eiga íbúði fyrir þannig á þessu tímabili var systematist verið að brjóta niður séreignarstefnuna og innleiða hér leiguliðastefnu til þess að annað fólk gæti grætt á húsnæðisvanda þeirra sem að standa veikt. Ja, mikið til í því en að halda því fram að það eru við sem hefur staðið fyrir þessu algjörlega út í hött. Því að þetta var það sem kom eftir 2009 og það breytti ekki. Það var eitthvað breytt en augljóslega ekki nóg. Leiðrétti ekki var 80 milljarðar til innan betur settu. Það var séreignarsparnaður, það var brotið niður vaxtabótakerfið. Ertu í alvöru að tala gegn því að leiðréttingunni sem að hjálpaði gríðarlega mörgum. Og hvað þetta? Ég meina, halda menn að það sé einhver hagur? Hvað eru menn að tala um? Erum við að tala um það bara eins og menn að reyna í Sovétríkjunum að hafa alla þarna bara einhverju einni stétt og svo eftir með nómeklatúra sem að baða sig í listu sendum. Við skulum bara koma okkur til mannheima. Koma okkur bara til mannheima. Og það er ekki þannig að það sé slæmt fyrir neinn ef að fólk á í sínu eigin húsnæði það var vandinn sem að var í stjórnarstefnunni í húsnæðisstefnunni sem er búin að vera rekin hérna eiginlega frá hruni og reyndar aðeins fyrir hrun að það verður erfiðara fyrir fólk sem er ekki bara með miðlungstekjur og þar fyrir ofan að eignast húsnæði það er bara, og það hefur verið stjórnarstefnan það hefur verið stefna allra ríkisstjórnar að hafa það þannig ég held að þau segja ekki greið ég held að þú getur fært á frekar rauk fyrir því að þeir sem að heldurinn það hafi ekki séð fyrir því að með þú ert með lágvaxta stefnuna þá er þetta ekki ekki með þessi sömu vandamál og maður var ekki að heyra þessar sögur sem að heyra upp á hvern einasta dag með greiðslumatið. Maður hélt að það væri búið að ganga frá því þannig að þetta væri þannig að það væri hægt fyrir fólk að kaupa sér húsnæði. Núna hins vegar kemur það upp og að maður heyri það upp á hvern einasta dag nokkurn veginn að fólk bara getur ekki skilið það hvernig það getur ekki komið sér inn í keypt sér húsnæði og er að borga gríðarlega háar fjárhæðir í leigu. En mér er gaman að því að aðeins svona því að ég og Sandi sérum hérna mér er svo gaman að því daginn þegar við talum um einföldu regluverk sem við gerðum nú mikið í að stærsta einföldu regluverk sem var haldið hér með blaðamannafundur hjá 2 ráðherrum nú verk okkar Svandísar sem voru búin að vinna í 2 ár og ríkisstjórnin tók við en við skulum sjá hvernig fer með það en þá er það með heilbrigðiseftirlitin En ég náðu ekki svarinu hvort hann ætlaði fram í borginni. Er þetta ekki já? Eða? Nei, þetta er ekki já. Þetta er svolítið. Það er stórt skrif. Þetta er allavega já. Það er ekki já hérna sko. Má ég aðeins? En Svandís ætla líka fram. Og ég hvers skipti sem ég hjó sko gagnrýni borgarstjórnarmeirihluta. Þetta er svona maður nefndur Guðlaugur Þór. Er þið fyrirgefið? Þú ert nefndur sem borgarstjóri. Það hefur líka verið nefnt að Svandís ætla að fara fram fyrir VG í borginni. Góð hugmynd. Það hefur verið nefnt og við mjög víða. Þið hefur bæði verið áður í borgarstjórn? Já, þá myndum við Gulli svona loka hringnum og koma aftur tilbaka 25 árum síðar. Nei, ég held nú ekki í mínu tilfelli allavega en ég finn það alveg á Guðlaugi Þór að hann er að reyma á sér skóna það er líka mörg núna tækifæri í borginni en ef ég má aðeins sko, mér langar að því að Sólveig Anna var svolítið brött í það að fara í raun og vera að tala við Guðlaug Þór svona sem næsta valdhafa í Reykjavík ég var ekkert af því, ég var bara að segja allar líkur á ég veit það er ekkert útilokað nei, það er ekkert útilokað, ekkert er útilokað en það er samt 8 mánuði til kosninga og ég held að við séum svolítið fljóta á okkur ef við ætlum að gefa okkur það að verði hægri stjórn í Reykjavík nei, alls ekki
hvað við Framsóknar í boði. Já, og það alltaf spurning hvað Framsókn gerir. En spurningin sko, það sem við höfum verið að sjá á höfuðborgarsvæðinu og alveg opaslega mikilvægt, sameiginlegur skilningur þvert á flokka varðandi samgöngur. Þegar að samgöngusáttmálinn var gerður hér á höfuðborgarsvæðinu og við skrifuðum undir hann sameiginlega, sveitarfélög sem voru undir forystu í raun og veru allsins pólitíska litrós, að þá var fólk að sýna það pólitíska þrek að rísa aðeins upp úr skotgröfum dagsins og segja, heyrðu, hvernig viljum við sjá samgöngumál þróast á svæðinu í heild, og það gerðu flokkssystkini Guðlaugs Þórs líka í Garðabæ og Kópavogi og Hafnarfirði, sem var alveg óvandarlega mikilvægt vegna þess að samgöngur eru líka partur af skipulagi og uppbyggingu. En ég vil segja það að sko, þó að fólk sé og það sé pirringur í samfélaginu og auðvitað eru bara borgarmálin að komast á dagskrá, það bara mjög mikilvægt. En ég held að við höfum alveg virkilega þörf fyrir sterkt vinstri í Reykjavík og við höfum virkilega þörf fyrir sterka félagshyggju. Við erum að sjá svo miklar félagslega breytingar á samfélaginu í heild með því að það að fjölga fólki hér frá ári til árs, sífellt fleiri af erlendum uppruna og mikilvægi þess að þá sé félagshyggja í grunninn sem svona megin kraftur stjórnvaldana bara óendanlegur miðað við það að vera komið með hægri stjórn sem eru auðvitað með allt önnur sjónarmið að leiðarljósi. Ég held að það væri bara mjög varasamt ef að Sjálfstæðisflokkurinn fer inn í þessa kosningabaráttu og lætur hann að snúast bílastæði, sem ég finnst nú stundum vera á tónninn, að lífið bara komi og fari eftir því hvort þú varst með bílastæðið eða ekki, að þá eigum við þá að hættu að missa þennan félagslega undirtón sem að Reykjavíkurborg hefur sem betur fer notið langt árabil. Sjálfstæðisflokkurinn mun fara inn í þessa kosningabaráttu og láta hann snúast leikskólamál. Það þurfa ekki að láta þetta snúast bílastæði. Þau bara munu bara keyra á ástandinu í leikskólanum, þau munu keyra á biðlistunum, þau munu keyra á niðurnýttu húsnæði, þau munu keyra á veikindahlutfalli, þau munu keyra á óánægju. Ertu ekki að skrifa þetta niður? Jú, ábyggilega, einhverja skrifa þetta niður. Þau munu keyra á óánægju starfsfólksins þarna inni, þau munu keyra á óánægju starfsfólksins til dæmis varðandi útfærsluna á styttingu vinnuvíkunar, sem hefur verið keyrð ofan í kokið á fólkinu sem er í þessum umönnunarstörfum án þess að það sé tekið nokkuð tillit til þeirra þarfa. Þetta er það sem við gera. Jú, það mun einhverjir í úthverfunum tala umferð og bílastæði og eitthvað svoleiðis, en það verða, stóru málin verða þetta sem að snýst þessa svona félagslegu innviði okkar, og vegna þess að það hefur verið rekin niðurskurðarstefna mjög lengi í borginni þegar það kemur að meðalans leikskólanum, þá bara komið upp gullið tækifæri fyrir hægra fólk til þess að komast til valda, og það það sem gerist, og nú er ég bara að tala sem áhuga manneskja stjórnmál, það það sem gerist þegar að fólk sem að flokka sig sem félagshyggjufólk, vinstrafólk, velferðarsinna fólk sinnir ekki grundvallar hlutverkinu sem einmitt að tryggja að velferðarkerfin fungeri. Þá opnast tækifæri fyrir hægrið sem að getur komið, bent á öll augljósu uppsöfnuðu vandamálin og komið svo fram þá með einhverjar nýstárlegar lausnir sem eru einmitt kannski ekki sérstaklega nýstárlegar heldur markaðslausnir. Þannig að það þegar og ef það gerist þá þarf þetta vinstrið að líta í eigin barm. Ég ekki að segja að það muni gerast, ég hér að tala bara sem manneskja sem hefur mikinn áhuga á stjórnmálum og því hvernig þau þróast, og ég líka í miklum samskiptum við til dæmis félagsfólk Eflingar sem starfa í borginni, og ég ekkert að gera lítið úr því, ég ætla ekki að gera lítið úr því hversu mikil óánægja með aðstæður inn á vinnustöðunum hjá borginni sem að snúa að þessum svona mikilvægu umönnunar geirum. Ég vil nú leyfa mér að segja að svarið ekki Sjálfstæðisflokkur. Ég sko trúi því að þú segir það. En það ekki nóg. Svandís svo klók, hún blís með að lúta við náma og ég kannski komast á þess að. Mér langar svo að bæta eins við, af því að ég vil búa í borg þar sem að velferðarkerfið sterkt. Ég vil búa í borg þar sem að
komið vel fram við vinnuaflið sem að býr til hagvöxtinn og vinnuaflið sem að heldur upp umönnunarkerfunum sem við búum við núna í borg og það er ekki endilega allt borgaryfirvöldum að kenna, það er líka bara svona pólitísk stemning og það sem að Gunnar Smári var að fara hérna yfir raðan, þessi svona þessi degur meðferð á fólki sem er vel sett á auðvitað kostnað þeirra sem eru illa settir, en ég vona að sama hverjir komast til valda að fólk reyni að líta aðeins upp úr svona sinni búblu hver sem hún hvort sem hún einmitt séreignarstefnan og bílastæði eða einhver dygðaskreiting og fallegi textar og fari að horfa á materialískan veruleika fólksins sem að býr í þessari borg. Það er það sem ég vona. Ég ætla aðeins að þegar við erum að tala búblur að þá það er ekkert að sjá í skoðanakönnunum einhverja stórkostlega sveiflu í borginni. Núverandi meirihlutaflokkar voru með 49% atkvæða í síðustu kosningu og mælast með 47. Það er nú ekki meiri sveifla en það. Það sem hefur gerst í borginni er að Framsókn hefur tapað öllu sínu fylgi og það hefur færst yfir á skipst á milli svona viðreisnar samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. Það er engin stórkostlegar fylgisveiflanir sem að benda til einhvern veginn svona eins og hér talað að það liggi við uppreisn í borginni við að varpa þessu meirihluta af sér. Ég var ekki að segja það. Ég var að reyna að tala fyrir hagsmuni verka og láglaunafólks og staðan er auðvitað líka svo að það er auðvitað fullt af fólki sem að býr hérna á höfuðborgarsvæðinu sem einfaldlega annars hefur ekki kosningarétt eða vegna þess að þau hafa ekki verið inngilt með neinum sérstaklega skynsamlega hætti að upplifa neitt áhuga á að taka þátt í stjórnmálum. Það er líka stórkostlegt vandamál. Þannig að ég er ekki að lýsa uppreisnar ástandi, en ég er að reyna að kannski fá að ræða málin út frá hagsmunum vinnuaflsins hér á höfuðborgarsvæðinu. Það eru hagsmunir þeirra sem að pólitíkin hefur ekkert sérstaklega að vilja ræða. Þannig að nei, það er sannarlega ekki verið að kveikja elda hérna úti í borginni, aldeilis ekki, en það er líka auðvitað vegna þess að millistéttin hefur það bara ótrúlega gott og það getur engin neitað því og þeir sem efri eru ofar en það er í tíkstjónum hafa náttúrulega svo fárlega gott að maður getur eiginlega ekki bara hugsað það bara meikar eiginlega bara engan sens lengur en þú veist hvenar er komið að því að fara að horfa á hagsmuni þeirra sem eru þarna fyrir neðan hvenar á að gera það og hver ætlar að gera það og hvernig á að gera það. Undirbúningsvinn okkar bræðra er að fara fyrir lítið. Við erum ennþá í lið 1 og lið 2. Og ég fæ ekkert að koma stað til Svandís slaufaði mér út svo smekklega bara áratuga reynsla. Þú vildir ekki svara því hvort það færi fram í borginni og færði ekki orðið aftur. Nei, ég vil samt aðeins, ég fór að koma inn í þetta, ég vil ekki kannast við það að Sjálfstæðisflokkurinn sem byggði nú reyndar félagslega kerfi hér í Reykjavík að hann sé ekki velferðarflokkur og sé ekki hugsað það sem minna mega sín. Mér finnst þess að mjög áhugavert að hlusta hér á Sólveig Önnu sem að þekkir málin betur en flestir sem að lýsa hér hlutunum svona aðeins öðruvísi heldur en alla jafna gert. En það er kannski hefur farið svolítið fram hjá okkur af því að það hefur gengið í það heila þó að menn hafi mist tökin á málunum undanfarin ár með tilheyrandi kostnaðir sem fara niður núna að það er áberandi þegar maður þarf að hugsa það að þetta góða fólk sem heldur uppi mjög mikið að þjónustu bæði hjá höfuðborgarsvæðinu og annars stór út um landið að við getum orðað þannig að þau þegar maður fyrir að hugsa það sko, eru þau á þorrablótunum, eru þau að taka þátt í félagsstarfinu og slíkt bara, gengur mjög vel, ekkert vandamál, en þau eru ekki jafnmiklir þáttakendur sem maður myndi vilja sjá og það er einhvern veginn þessi mál hafa ekki verið í umræðinni og ég ætla ekki að rengja neinar lýsingar sem þú ert með á stöðu þinna umbjóðanda og auðvitað verða menn að líta til þessa þegar við tölum stétt með stétt í Sjálfstæðismenn þá erum við akkurat að vísa til þessa og mér finnst eins og ekki sanngjarnt að einhvern veginn afgreiða það að ef þú ert hægra megin í tilvöruna þú hugsar ekkert þá sem minna mega sín það er bara ekki rétt en hins vegar skipti máli líka samgöngumálin það bara gerir það og bílastæðamál skipta þarna líka máli og ég skil ekki hvernig mér datt þetta í hug að bara slaufa bílastæðu, hvað gerist ef þú ert ekki bílastæðu húsitt þú þá legguru hjá nágrannunum það er bara það sem gerist og þegar kemur að samgöngusáttmálum allt rétt sem Svandís segir mjög gott að forystumenn sveitarfélaganna settust niður og hugsa þetta í heildarsamhengi alveg og hágæða almenni samgöngur á nokkuð svaða eigum við að sjá en
það eru deilur það hvernig þetta framkvæmt í Reykjavík og þegar maður skoðar samgöngusáttmálann og við erum báðir fyrrverandi heilbrigðisráðherrar sko, spítalinn þarna vegna þess að einn frumforsenda það var að auka umferðarrýmd á hverju, því þú kemst ekki þú þarft að komast þá deyrðu og það eru ekkert af því sem hann ætlu að gera til að auka umferðarrýmdina í fyrirsjáanlegri framtíð og það mun hafa gríðarlega alveglegar afleiðingar í för með sér og ég hef spurt forystumenn spítalans aðeins og þeir vita ekki hvað þeir að gera með þetta og svo aðgerð í samgöngusáttmálum sem mikilvægust, sem göngin undir Miklubraut sem myndi laga þetta, hún þarf að vera fremst ef þú ætlar að fara í aðra hluti og ég er að tala hér í fullri alvöru þú ert að fjölga gríðarlega mikið starfsmönnum og þar að leiðandi starfsemi á þessum stað það var alltaf vitað að það væri mikil umferð og þegar menn ákveða að setja hann þarna þá sögðu menn auðvitað verður við að sjá til þess að fólk komist til og frá Vandið við göngin í Miklubrautinni það ekki hægt að leggja þau því að hvert á umferðin að fara á meðan í kannski 3 ár hvert ætlar að senda bílana? Já, í rauninni á Sæbrautina? Það kannski minnsta máli því að þú ætlar að fara í hinar aðgerðirnar Suðurlandsbrautin og allt það þá ertu með allt stopp því það allt stopp núna og það má ekki fólk býr líka í úthverfunum, það þannig og þetta hafa líka menn gert mistök með því að vera ekki að byggja upp hverfið þannig að þú getur notið þjónustunum þar það vont að menn þurfi alltaf að keyra þannig sömuleið allir og ég nú með undirbúning þingsályktunina bara því opinbera fara að færa starfsemi sína austar í borgina þannig að menn keyrir þá allavega í báðar áttir eða þú þurfir ekki að fara úr hverfinu þegar þú ert að fara til vinnu en það sama með eins og þegar ég var í Borgarstjórn Reykjavíkur 8 ár þá vorum við áður en ferðamaður kom þá vorum við alltaf í því að reyna að halda lífi í miðborginni og það gert með alls konar hlutum en á hverju ekki reynt að halda lífi í þeim kjörnum sem í viðkomandi hverfum þannig að þú þurfir ekki alltaf að setjast upp í bílinn til að sækja einhverja sjálfsagða þjónustu Algjört lykilatriði. Það lykilatriði í þéttingu byggða að hverfiskjarnarnir virki þannig að maður þurfi ekki að fara úr hverfinu að kaupa í matinn. Það ekki verið að gera það. Það ekki verið að gera það, það var ekki verið gert hingað. Nei. Og ég get bara nákvæmlega yfir það hvernig maður búið að drepa mjóttin. Ef við að tala hina kjarnana þar sem að verslarna fara Mjóttin dæmi þar sem hún sogar þjónustu út úr hverfunum á tiltekið stað, það sem hún svipa á Grandinn fyrir Vesturbæinn, það er mjög betra að sé þjónusta inn í hverfunum, það þétting byggðar. Já, en þú ert með kjarna á fleiri stöðum þar sem hafa farið þessar verslanir. Þetta komið út í framboðsræður? Já. Nei, menn það bara þetta hagsmunir þessu kjördæmis og ég vil tala Sundabrautina, það náttúrulega það annað sem að skiptir máli að ég meina Fyrir frekar tölum allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Hvað viljið það ekki? Jú, allan daginn. Hlustuðu á ræðu Þorgerðar Katrínar? Já, að hluta. Nei, ég gerði það ekki. Þessi brot sem að kom í fjölmiðlum? Nei, ég sá það ekki. Ég sá líka þessi brot sem kom í fjölmiðlum frá forseta Bandaríkjanna. Líka, það var stafindi og skemmtilegt. Sem að, ég meina, hann ekki bara orðin ellegar? Nei, þetta er bara hans brand bara þetta. Já, og ræðan rúllustegan og svona. Textavél. Hann ætlaði að láta það fá marmara og í staðan voru þau bara með onda rúllustega. Já. En hann nú fengið aldeilis vinnandi stétti til að stýða sig. Það bara, og hann eitthvað að segja sem að... Mér þetta ekki alveg rétt uppsetningi. Það hægt að færa þessi rök að í riðbeltum Bandaríkjanna, þá sótt hann lágstéttarfylgið, ef við orðað þannig. En ef þú skoðar til dæmis fylgi eftir stéttum inn í New York eða í Kaliforníu, þá ekki þetta að sjá þetta. New York ekki Ameríka og ekki Kaliforníu heldur. Það alveg rétt sem Sólvörnu. Það bara veljið, þá þið talandi tveggjaríkja lausn í Bandaríkjunum. Það sé raunverulegu Bandaríkin. Ég ætla að mæla með bók sem heitir Outclassed eftir bandaríska fræðikonu sem heitir Joan C. Collins eða Joan C. Williams þar sem að hún rekur með mjög skilmerkilegum hætti það hvernig republikanarnir og Trump eru að tala sem að nær til vinnandi stétta, lægri millistéttarinnar og verkafólks og það verið að tala með hætti sem að fangar einhvern veginn ímyndunarafl þessa fólks og fær þau til þess að snúast til liðs við þau. Myndur segja kjörður að vera batna undir Trump?
Nei, ég var ekki að segja það. Ég að tala svona pólitíska analýsu. Félagslegar forsendur fyrir því að pólitíska analýsu og hún raunverulega, þessi bók skrifuð í þeim tilgangi að fá demokratana og progressiva fólki í Bandaríkjunum og vinstri til þess að skilja hvað vandinn svo að þau geti þá farið að vinna einhverja raunverulega sigra og geti farið að sportna gegn þessari þróun og ég hér heldur ekkert að fara að segja að ég vil endilega fólk fara að kjósa demokrataflokkin þetta snýst ekki það en það sem að hún talar til dæmis að það sem að Donald Trump hvernig hann hegðar sér og hvernig hann það tengist inn í svona kallmennsku gildi sem eru til staðar hjá verkamannastéttinni saman hvort það svart fólk af latínóuppruna eða hvítt fólk svona ýmis gildi sem að verið að signulegra inn í sem að fólk upplifir sem mikilvæg eins og einhvers konar stolt yfir því hvaða landið þú tilheyrir og svo framvegis og annarkvort að mínu viti getur vinstrið farið að reyna að skilja þetta og farið að pæla í þessu og farið að reyna að analýsera þetta eða það getur látið eins og að það fólk sem að kýs Trump séu bara inherently vond, einhvers konar óhrein börn sem eigi bara geima út í horni og megi ekki tala við eða hugsa eins og Hillary Clinton gerði svolítið og sem náttúrulega ástæðan fyrir að vinstri mun þá bara halda áfram að tapa en þú veist það er svo margt ótrúlega áhugavert sem að gerast í Bandaríkjunum annars staðar sem að ekkert okkar mun fá skilið ef við höldum bara áfram að berja höfðinu einhvern veginn við vegginn og bara þú veist Trump svo skrítinn, Trump svo ömurlegur allt svo asnalegt sem hann gerir fólk sem kýsin eru bara aumingjar, fíbl og fávitar Jú, ég meina ef að fólk vill vera að gera þetta, bara gera það en það er enginn að fara að skilja neitt og fullorðið fólk sem hefur áhuga á stjórnmálum og áhuga á ástandi heimsins hlýtur að vilja skilja af hverju hlutin eins og þeir eru ég vil allavega reyna að skilja það Það sem þetta er mjög mikilvægt að skilja munin á svæðum í Bandaríkjunum það sem að má finna þetta sem að Sólveig Anna að rekja í riðbeltunum og alveg samháttum átti sjá í sigri íhaldsmanna í norðurhéruðunum í Bretlandi þar sem átti sjá viðsnúning frá hinu hefðbundna vinstri eða hvernig sem við viljum tala það en það er ekki að sjá í uppgangssvæðum eins og inn í borgunum Þetta er líka að sjá í Þýskalandi og víða. Þú sérð ekki þessa stéttagreiningu. Það er ekki þannig að verkalýðurinn í betur settu svæðunum sé að snúast í átt að Trump eða Johnson eða Alternative for Deutschland eða Le Pen eða eitthvað slíkt. Og við á Íslandi, það er mjög mikilvægt að við á Íslandi skilgreinum hver er staðan á Íslandi. Eru við riðbelti? Erum við riðbelti eins og norðurhéruðin í Bretlandi? Er það langtíma atvinnuleysi og vonleysi, fólk sem hefur verið skilið eftir og næri ekki að vera þáttakandi í svona einhverjum... En þessi bók, hún fjallar þessi sem ég var að tala um Outclassed, hún fjallar mjög mikið stöðu þeirra sem hafa ekki verið skilin eftir og hún gerir skýran greinarmun þarna milli. Hún segir það eru þessi sem hafa verið skilin eftir og eru þá fórnarlömb þessa vonleysis og eru þá fórnarlömb þessa death by despair þú veist, það er fíknin og það er sjálfsmorðun og allt það. Það sem hún er að tala um það er þessi svona working class fólki sem er ennþá með vinnu og svo þessi lægri millistétt. Þetta er fólki sem er ennþá með ágæta stöðu, fólk sem að mögulega ræður ennþá við að borga af húsnæðislánunum sínum, fólk sem að mögulega er ennþá á þeim stað að það hugsa ok, ég get þú veist, mögulega gert eitthvað fyrir barnið mitt en þar finnur að þetta er alltaf fjara þarna undan og þau verða íhaldsamari og þau verða meira tilbúin til þess að hlusta á retorík fólks eins og Trump, fólks eins og Alternative for Deutschland og Marine Le Pen og allir þeirra svo vart að telja upp af því að þau eru desperat í því að halda í það sem þau þó hafa ennþá. Þau sem eru búin að missa það, þau sem hafa ekkert lengur, þau sem eru á stöðum þar sem hefur verið, þú veist, greiðlega mikið atvinnuleysi áratugum saman, sem ekkert er eftir, þau eru orðin apatísk og hafa hvort sem er engan áhuga á því að kjósa. Þannig að það sem við eigum að gera, höfum við áhuga á því einmitt að vernda samfélagið okkar fyrir þessum illu öflum, er einmitt að hugsa vinnuaflið, hugsa fólkið sem að stritar, er ennþá með vinnu, er einmitt ekki komið á röstbelt staðinn, heyra hvað þau eru að segja og reyna einhvern veginn að ná einhvers konar skynsamlegri málamiðlun
gagnvart því fólki og gagnvart öðrum hópum í samfélaginu til þess að við lendum ekki í einhverju pólitískri ógefu. Það munur á þessu, eins og við sjáum til dæmis þann sem var að vinna forkostningarnar fyrir borgarstjórnarkostningarnar í New York. Hann leggur alla áherslu á að það setja að lifa af í borginni fyrir venjulegt fólk. Hún segir bara affordable, það verður aðgang á húsnæði, það verður rótari matur. Já, hann með materialískar áherslur. Já, það verður auðveldara með að lifa. Hann ætlar að reyna. Hann ekki að boða stefnu Trump, hann ekki að yfir Trump á Trump. Hann með materialískar áherslur vegna þess að hann hefur skilið og hlustað og hann svo kallar community organizer, hann hefur farið og talað við alvöru lifandi vinnandi fólk, veit hvað þau eru að segja og hann veit að leiðin að hjörtum þeirra og möguleikin á því að hann og félagar hans getur unnan kosningasegur að einmitt keyra á þessi mál. Bara, þú veist, hvernig get ég séð fyrir mér og mínum, hvernig get ég búið til sæmilegt líf fyrir fjölskyldurnar mínar. Ætla til dæmis ekki að fara í einhverjar dyggðaskreitingar eða eitthvað röfl það hvað lítið út vel á pappír, heldur að gera eitthvað í alvöru. Svo fallan tíma, leifum ykkur og Trump hafa áhrif á stjórnmála á Íslandi. Já, ég meina Trump hefur náttúrulega augljóslega áhrif á heimsmyndina og Trump þarna og Putin hinum með Netanyahu og allt sem að gengur á þar. Auðvitað hefur þetta allt saman áhrif og gjörbreyting á allri miðlun og þróun hugmynda. Ég meina við erum að sjá það á sama tíma. Gervigreindin sem að við vitum í raun og veru ekkert hvernig kemur til með að þróast, hvað satt, hvað rétt, hver að segja satt, hvað með, þú veist, þetta mín rödd eða þetta andlitið á þér og svo framvegis. Það að efast fréttir eða rót upplýsinga eða þekkingar. Og af því að Sólveig Anna var að rekja hér svona þessar félagsfræðilegu og pólitísku greiningar, að þar eru við líka farin að sjá samfélag þar sem að fjölmiðlun líka orðin algjörlega klofin, þar sem að annar helmingurinn fylgist með einhverjum miðlum og hinn helmingurinn fylgist með einhverjum öðrum og auðvitað menningarlega erum við mjög nálægt Bandaríkjunum. Við höfum verið það allan lýðveldistímann og umræðan sem á sér stað núna skiptir okkur mjög miklu máli og núna erum við með bara Bandaríkin í vasanum. Ég meina krakkarnir okkar eru bara með TikTok og hvað það nú er, þannig að orðræðan og vangavelturnar koma bara á núleitni hingað í vasana á krökkunum okkar. Þannig að ég bara tek heilsugur undir það að sko það að nálgast þessa stöðu, hvort sem að það eru þessi félagslegu viðfangsefni sem að leiða Trump til valda eða hvað það af einhvers konar svona hofmóðugheitum og yfirlæti hjálpar engum sko. Eða stimplunum eða tala það séu bara vitleysingarnir sem kjósa þetta og við ætlum ekki að tala við þá. Það hjálpar ekki neitt og þannig ég bara tek heilsugar undir það að við verðum að sýna þann svona félagslega þroska að horfast í augu við það að samfélagið tekur breytingum og þarna eru einhverju tónar sem að fólk vill halla sér að, hver svo sem ástæðan og við þurfum að skilja ástæðina frekar heldur en að dæma útkomuna. Sammála. Held ég að skipta öllum máli. Sammála. Ég held að mjög bara áhugaverðar greiningar hérna, sko aðalatri held ég þetta, að fólk var bara búið algjört nógu hinnu og þeim fannst þetta vera eins. Ég meina að Bandaríkin voru þannig, frá Reagan, þangað til alveg bara núna, þá var alltaf annað hvort Bush eða Clinton á kjörseðlinum. Svo bara mismunandi Bushar og Clintonar. Nema þegar Obama var en þá var Clinton utanríkisráðherra. Þannig að sko, og fólki sá bara, held ég, bara það bara mismunandi fólk sem sagði fallega hluti og ekkert gerðist. Og það augljóst að það hefur ekki verið tekið á mjög svona miklum áskorunum gagnvart vinnandi fólki í Bandaríkjunum og auðvitað hann sko að því að ég og það líka fólki algjörlega búið nóg að þessari fjölmiðlun, þessari stóru fjölmiðlaveitum, það bara treystir þeim ekki og ég verð að viðurkenna það þegar maður sér einhver fréttir af Trump, maður þarf alltaf að fara að leita sko nákvæmlega hvað hann sagði því þetta er alltaf svo gildislæð svona alla jafna, það er svo mikil svona
heft gagnvart honum. Ég tekni upp verri mynd á honum heldur en... Já, þú bara raunir hvað hann að segja, þú skilur þarna, og ég meina augljóslega hefur hann, mér finnst áhugavert að því að það kom lítið fram, ég bara þurfti að hlusta okkur podcast til að fá það fram, að til dæmis í þessum Big Beautiful pakka sínum sem að margir hafa áhyggjur af, og ég held að sjálf raunverulega ástæða fyrir þess að þá var samt inn til þess að hann tók skatta af þjórfé. Hann tók skatta hjá fólki og venjulegu fólki sem var að leggja á sig eftirvinnu sem að ég myndur telja að vera nú bara mjög gott fyrir það fólki, ég held að það sé augljóst, þannig að hann að reyna að koma til móts við það. Það felldi á niður sem sagt, já. Já, bara felldi á niður. Og en hins vegar hef ég mjög miklar ágjörð því að þessi viðskiptastefnans muni koma verst niður á venjulegu fólki og hann mun ekki ná markmiðum sínu þar, en það bara augljóst að það ekki bara þarna, heldur annars staðar í einu vestræna heimi, að þá ertu komið stjórnmálamenn sem að geta sagt líka hluti sem að áður fyrir hefur verið bara blásnir út af. Ég held að það bara fólk að vera svo leita og líka að það var alltaf að vera síkur húð allavega, það loksins kemur bara einhver og ég sammála ósaman, hann allavega talar mannamál og Trump gerir það svo sannarlega. Ég átti náttúrulega mikið samskipti við stjórnina hans þegar ég var utanríkisráðherra og við getum tekið alveg sérstakann þátt í það. Mér finnst það mjög áhugavert, en hann algjörlega búið að breyta öllum leikreglum. Og hann algjörlega búinn að breyta republikanaflokknum og það auðvitað ekkert leyndamál og þeir sem voru þessi hefðbundu republikanar svona svolítið að klóra sig í höfðinu af því að hann líka allir þessi... Hann snýr við blaðinu og breytir plani og... Já, líka þú ert með einhverja svona spekularsjónir það hvernig þú ætti að vinna kosningar og gera hluti. Hann er bara eitthvað nýtt. Þú getur ekki sett hann í neitt form og en þetta heldur líka skilaboð til okkar. Mér finnst bara áhugavert að því mér Sólveig að koma hér áðan mjög skýrt fram með það fólk sem að hún að vinna fyrir og þetta ekki alla jafna umræðinni með þessum hætti. Þannig að ég held að við séum ekkert við erum ekkert, þó við séum svo sannarlega eyland að þá erum við ekki þarna eyland í heiminum. Og við eigum líka, því að ég var svolítið að spyrja hvort ég hlusta á Þorgerði Katrínu, ég var náttúrulega aðalega gagnrýna það á hverju ósköpum var ekki búið að kalla þjóðaröryggisráðið saman sem ég veist alveg og það bara búið að gera það tvisvar frá því ríkisstjórnin tók við og við erum ekkert að fara að ræða það kannski núna en það ógnirnar sem á okkur steðja eru nákvæmlega sömu og það þjóðir sem við berum okkur helst sama við og svo ég alveg sammála Svandísi sem segir, sem mann áttar sig kannski ekki á hvað við erum nátengt Bandaríkjunum, við höfum alltaf verið það, ekki jafnvel fyrir lýðveldistíman, en núna bara þessi græja hérna, hún bara að gera það verkum að krakkarnir okkar eru ótrúlega vel að sér þessi mál og ekki það vegna þess að stóru fjölmiðlarnir sé að koma upplýsingum áleiðis. Herðu, þetta eru fínu gestir, þetta búið að vera gaman. Sólveig Anna, Svandís Svavarsdóttir og Guðlaugur Þór, takk fyrir komuna og Smári, okkar Við ætlum að fara að ræða betur Bandaríkin. Þetta örskamma stund. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.